Norðvesturkjördæmis Páll Valur Björnsson tekur til máls. Herra forseti, með þínu leyfi, markmið þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Svona er þetta skýrt og skorinort í lögum málefni fatlaðs fólks. Það ætti því ekki að þurfa að minnast ofta á þetta hér, en því miður þarf þess og ég mun ekki þreytast á að rifja upp hér hvað var samþykkt og lofað fötluðu fólki. Jafnrétti, sambærileg lífskjör, skilyrði til eðlilegs lífs. Það segir skýrt í lögunum að taka skuli mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Virðing og tillitssemi eru meginþættirnir í þeim samningi. Í lögunum er líka mælt fyrir að ljúka skuli samstarfsverkefni um innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar á árinu 2016 og skuli hún vera eitt meginform þjónustu við fatlað fólk. Og hvernig gengur nú þetta NPA-verkefni sem á að gagnast stjórnvöldum til þess að uppfylla skyldur sínar gagnvart fötluðu fólki? Verkefnið er í algjörri pattstöðu, herra forseti. Stjórnvöld láta sem þau geti ekki fundið krónur í það. Samt hrópa hæstv. Forsætis- og fjármálaráðherra góðæri, góðæri. Þetta góðæri virðist ekki ætlað fötluðu fólki. Og hvað þýðir þetta fyrir fatlað fólk sem í hlut á? NPA-samningar þess duga ekki fyrir kostnaði vegna kjarasamninga, þjálfunar og veikindaforfalla starfsfólks. Allt er þetta þó fyrirséðis kostnaðarliðir. Sumir notendur eru nú krafðir mörg hundruð krónur vegna þessa. Allir NPA-samningar hjá Reykjavíkurborg renna út áramótin. Fatlað fólk sem hefur þessa samninga er í fullkominni óvissu. Og ekki aðeins þau. Starfsfólki sem veitir NPA-þjónustuna veit ekkert hvað gerist á heldur. Hvers slags vinnubrögð eru þetta, herra forseti? Þetta eru skammarlega vond stjórnmál og frámunalega léleg stjórnsýsla. Er þetta virðingin og tillitsemin sem markmið laga málefni fatlaðs fólks og samningu Sameinuðu þjóðanna grundvallast algjörlega á? Nei, og það er langverst. Þetta er fullkomin vanvirðing og skeytingarleysi gagnvart fötluðu fólki og aðstandendum þess, lífi þess, tilfinningum og mannlegri reisn. Við getum gert betur, herra forseti. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður.